Áhorfendur góðir að vera velkomin í frétt og umræðu þáttinn 21 á mánudagskvöldi. Já, við ætlum að fá smá sýnishorn af þeirri sprengju sem að Iceland Airwaves var síðustu helgi. Þessi hátíð er náttúrulega gjörsamlega stórkostleg og hún Snædís fór þangað, hitti meðal annars Ágústu Evu og Gunnar Hilmars í Sycamore Tree og hún hitti líka Jóns á svörtum fötum sem var að þvælast eitthvað Já, hann var alltaf bara að hlusta á og svo leiðis, hann var ekkert að tróða upp. Og MC Gauti, sá einu sanni, hann varð líka á vegi Snædísar og svo ætlum við líka að heyra í þeim manni sem að skrifaði átakasögu ASÍ. Já, Sumarliði Ísleifsson. Það passar og Björn Jón Bragason ætlar að tala við hann þær hræringar sem eru núna innan sambandsins. Setjið þetta í sögulegt samhengi? Já, í ljósi sögunar, eins og maður segir. Já, og svo verður Þorsteinn Már Baldvinsson forstjóri Samherja hjá mér í byrjun þáttarins að ræða stóra seðlabankamálið, en sá mikli banki hefur verið gerður afturreka æ ofan í æ vegna gjaldeyriseftirlitsmálsins á hendur Samherja og virðist þar hafa farið offari samkvæmt hverjum dómnum af fætur öðrum og nú endanlega er það Hæstiréttur sem segir Seðlabankinn ekki meir. Hvað vill Þorsteinn? Vill hann að seðlabankastjóri og aðalögfræðingur bankans segi af sér eða hvað? Og hann ætlar að rekja þetta mál frá A til Ö og brúnin á honum er nokkuð þung. Já. Spyrjum hvað þeir vilja núna í framhaldinu, en við skulum fara yfir fréttirnar og það er á forsíðu Fréttablaðsins að þá er frétt af því að það sé þverpólitísk samstaða meðal þingflokka á Alþingi að fjölga aðstoðarmönnum þingflokka. Eðlilega er alltaf samstaða það að bæta starfsaðstöðu og kjör þingmanna, en ég er nú bara hreinlega sammála þessu efni vegna þess að það þarf að efla löggjafarsamkunduna að miklum mun frá því sem verið hefur. Vitaskuld eru þingmenn svona á pari við það hæsta í launum á Norðurlöndunum, en þegar kemur að aðstoð, sérfræðilegri aðstoð, þá erum við algjörlega á botninum og hefur verið mjög lengi. Já, við skulum sjá hvort að þetta snýst sérfræði aðstoð, sérfræðinga eða bara aðstoðamenn. Já, aðstoðamenn til þingflokkana, væntanlega í svona sérfræði legu tilliti og þetta er styrkja störf bæði þingflokkana og einstakra þingmanna og nú er bara spurning hvernig þessu verður skipt niður á milli þeirra. Já, akkurat, já. Þetta er þjóðþrifamál. Já, og kannski svona hvers konar aðstoð þetta er líka. Ég vil fá sjá það betur. Ráðuneytin geta endalaust styrkt sína stjórnsýslu og aukið við mannskap á þess að það komi nokkur staða fram, en þingið á að geta gert það á þess að allt var upp í loft. Já, hefur sett þetta, já. Heyrðu, mér langar að tala þetta Banksy-mál hana. Já. Jón Gnarr, hann fékk gefins frá Banksy, þessum dullufulla listamanni. Samfélagsmiðlarnir, þeir voru alveg úttornaðar eftir sig og bara $10 Banksy-plakat. Já, svo er þetta bara eitthvað plakat og Jón Gnarr segir að það hafi verið persónuleg gjöf til sín, en þetta er svona yndislega ekki frétt. Hann var með þetta á borgarstjóraskrifstofunni sinni, stjóra og tók bara með sér heim þegar hann hætti. En í prinsipinu er þetta þannig að hann má ekki taka neitt sem hann hefur fengið að gjöf sem borgarstjóri. Já, þú getur bara keypt það á eBay plakatvist. 1200 kall. Akkurat. Já, þetta er svona dálítið hressilegur stormur í litlu glasi, en alltaf gaman að því að fá litlu fréttina líka. Halldór Baldursson, við verðum að kíkja á hann. Þarna er Krónan, hún þarf að halda jafnvæginu, hún er með bundi fyrir augun og svo er kraðagi í kringum hana sem hún þarf að standast. Allar ytri aðstöðu brjálaðar. Það eru kjarasamningar, það er olíuverð, það er staða íslensku flugfélagana, það er ferðaþjónustan og hann fírar þarna í vöxtunum, Már Guðmundsson og Krónan er rosalega ánægð með sig. Hefur ekki haggast í viku? Hefur ekki haggast í viku. Og svipurinn á henni, alveg stórkostlegur. Herðu, en sérstaka fréttin er náttúrulega svo, til dæmis á blaðsíðu 2 í Morgunblaðinu, en þetta er alls staðar í öllum miðlum. Þetta er mögnuð frétt að lík fjallgöngu manna íslenskra hafi fundist 30 árum eftir að þeir týndust í Nepal. Það voru þeir Kristinn Rúnarsson og Þorsteinn Guðjónsson. Blessuð minning þeirra. Já, þetta var 88 og þeir voru 27 ára gamlir. Góðar en erfiða fréttir segir vinkona þeirra. Já, akkurat, þetta er magnað. Það eru alveg sönnu, það hljóta að vera erfið tíðindi að þó þessi á vissan átt gleðileg að fá loksins vitneskju hvar þeir voru niður og eru niður komnir. Í alveg margbrotna tilfinningar sem hljóta að koma upp. En mér langar samt að segja frá því að DEVAF birti frétt sem að þeir taka frá Frankfurter Allgemeine, ég byrja þetta rétt fram, að þýski bankinn, netbankinn N26 ætla að opna hér. Hann stefnir á að verða evrópskur stórbanki og það er 1,5 milljón manna í viðskiptum við þennan banka nú þegar í 24 ríkjum. Og þetta er eingöngu app nema þeir gefa út greiðslukort og núna líta þeir til Íslands, Svíþjóðar og Liechtenstein samkvæmt fréttinni en þeir stækka hratt, stofnaðar 2015
og þá býðum við bara. Fínt að fá samkeppni. En já, N26 heitir þetta og þarna sáu þið mynd á lógóinu sem er alveg arfaljótt. Það skiptir engu máli. Nei, en það er bara kjörin, skiptir öllu. Sláum í klárinn. Já, við ætlum að fara næst í þetta. Mál Samherja og Seðlabankans, niðurstaðið því í Hæstarétti var mjög sláandi og Sigmundur Ernir er kominn með Þorstein Má Baldvinsson, forstjóra Samherja. Já, málana síðustu daga hefur verið dómur Hæstaréttar í máli Samherja og Seðlabanka Íslands. Seðlabanki Íslands fór með húsleit á hendur Samherja 27. mars 2012 vegna grunsemda að Samherja hefði brotið gjaldeyrisreglur á þeim tíma. Máli hefur velkst í kerfinu langt árabil en lokadómur er fenginn með fullum sigri Samherja. Léttir, Þorsteinn Már, það hlýtur að vera mikið léttir eftir öll þessi ár. Það að sjálfsögðu léttir og það er búið að teygja þetta mál svo lengi. Þannig að sjálfsögðu það léttir. Bjóstu við einhver öðru? Ég bjóst ekki við einu öðru, nei. En þú lítur að hafa mist svo litlu trúna á samt stjórnsýslan enga síður. Já, við getum sagt í raun hafi þessu máli að hluta til lokið 4. september 2015. Þá í raun lauk 2 ára rannsókn sérstaks saksóknara sem gerði ítarlega grein fyrir því þegar rannsóknin lokið, þar að segja öllum kæruatriðunum, þar að segja ég lít bara eins og þá kæruatriðin á mig, þar að segja ég var kæruð fyrir hitt og þetta og sérstaklega fór ég notaði 2 ára að fara yfir þau kæruatriði og þannig að þau fengu öll efnislega meðferð og niðurstaðan náttúrulega var einföld, það var eins og til þess að gjaldeyri skilum að þá ætla ég að leyfa mér að lesa bara hérna upp niðurstöðu hérna sérstaks saksóknara þá segir hann bara að embættið telur styðja þann frambúð að félagið virðist samkvæmt fyrirhaldið í gögnum hann gætt þess á sama tíma á kostgæfni að senda heim erlenda gjaldeyri sem var endurgjald félagsins vegna sölu og vöru og þjónustu og uppfylla þannig skilaskyldu reglur. Og síðan segir hann hérna, einnig hefur ekkert komið fram við rannsókn embættisins sem bendir til vísvitandi undanskota. Þetta gilti í raun allar kærurnar, þannig í raun og segja að þá stendur seðlabankastjóri uppi með það að það er búið að fjalla þetta mál nema það að hann kærði mig meðal annars fyrir það að fyrirtæki sem eru starfrækt og starfa í Pólandi, pólsk fyrirtæki, hann vildi allt í einu gera þau íslensk og sérstakur saksóknari vísaði því máli til skattrannsóknarstjóra sem fjallaði það mál og það kom skýr niðurstaða frá skattrannsóknarstjóra varðandi það mál, þar að segja að þetta eru fyrirtæki sem starfa í Pólandi og meðal annars ekkum við þarna mjög stóra frystigeymslu, 20 svona frystigeymslu og hvernig hún getur bara verið, hún var í augum seðlabankamanna, var þetta bara eitthvað fyrirtæki með eitthvað heimilisfang erlendis. Þannig að ég raun má segja að öll þessi máli, allar þessar kærur á mig fengu mjög ítarlega efnislega meðferð. Niðurstaðan var bara svo að við gerðum allt rétt og það var kannski, þá hélt maður og trúði ekki öðru að þessu máli væri í lokið. En Seðlabankinn fer mjög geyst í þessu máli. Það er að lesa bækur, svo sem eins og þessi eftir Björn Jón Bragason og greinar og að sjálfsögðu fréttir alla þessa meðferð og það óvenlega í málinu í byrjun að Seðlabankinn tekið sér inn í lögregluvald þegar hann fer í þessa húsleit á sínum tíma sem var mjög ítarleg og fjölmiðlar fengu frá fyrstu sekúndu að fylgjast með. Frá þínum bæjardyri segja Þorsteinn, þegar þessu máli er lokið núna á endanum, af hverju fór Seðlabankinn allan tíman svona geyst í málinu? Það er augljóst að hann fór geyst og hann vildi fá sínu fram hvað sem raulaði á tautaði. Já, ég ætla ekki að segja að það menn hafi bara farið inn af því að langaði til þess en þarna fer fram mesta húsleit sem hefur verið gerð á Íslandi og ekki bara mesta húsleit af þeim sem upplifðu svo húsleit og koma að henni þá fór fram þarna ruddalegasta húsleit sem hefur farið fram á Íslandi og þar sem að ekkert var virt í raun varðandi það sem þeir höfðu leyfi til að gera.
En það sem sérstætt að húsleit náttúrulega á sér enga hliðstæðu og vonandi gerist ekki aftur á Íslandi það að fjölmiðlar eru boðaðir á staðinn áður en húsleitamenn koma til. Þannig að þarna eru mættir sjónvarpsmenn eins og frá RÚV, bæði í Reykjavík og Akureyri og hafa þarf að taka kvöldvélina eitthvað svoleiðis til að geta verið viðstaddir þetta. Þannig þetta planað að hálfu Seðlabankans 1,5 tíma eftir að húsleit hefst og þá er nú ekki húsleitari heimild á öll fyrirtækin, þá senda tilkynningu út allan heim. Það að segja bæði á íslensku og ensku þessa húsleit. En þeir eru augljóslega algjörlega vissir eitthvað sök. Já, þeir og það ekki kannski, þeir hegða sér allan hana tíma nákvæmlega sama hátt og þegar ég kærður til lögreglu, að þá, eins og við talum svo vinnubrögð, að þá fara gera eitthvað sem hefur aldrei verið gert áður heldur, að þeir senda fréttatilkynningu það að það sé verið að kæra mann til lögreglu áður en kæra berst til sérstaka saksóknara. Það að segja, hún berst, þetta allt tímasett, 1,5 tíma eftir að Seðlabankinn sendir frá sér tilkynninguna. Þannig að það sem kannski sérstætt í þessu að það verið að leggja upp með það, held ég meðvitað alveg Seðlabankans og það það sem að maður kannski á erfitt með að sætta sig við, að valda okkur sem mestum skaða og að dómstóll götunar hann sjá okkur. En sko þegar maður les í öll þessi gögn þá sér maður einhvern veginn vegna að Seðlabankinn svolítið pirraður. Hann næri ykkur ekki í fyrstu atrennu, ekki í annarri, hann gerði aftur og aftur með þetta mál, bæða hálfu sérstaks saksóknara og skattrannsóknarstjóra. Þetta virðist vera á tímabili einhver þráhyggja. Já, það náttúrulega það sem náttúrulega sorglegt í þessu og náttúrulega maður dapur yfir að hverju getur svona gengið svona lengi eins og þessu tilfelli að þegar að eitthvað niðurstaða hjá bæði sérstaks saksóknara og skattrannsóknarstjóra, efnislega niðurstaða, þá tekur hann málið upp aftur og setur frá okkur stjórnvaldssektir. Og við erum að tala sem einhvers þar á sína meðalhófi í þessari stjórnsýslu, að hann ætlaði að setja á okkur stjórnvaldssekt á 2 fyrirtæki og meðal annars annað fyrirtækið, það voru mörg bréf sem fór á milli lögfræðinga og Seðlabankans, var meðal annars að það var komið vextir upp á 1.500 norskar krónur sem á 21.000 krónur íslenskar. Hann ætlaði að leggja stjórnvaldssekt fyrir það að þessum vöxtum var ekki skilað. En við skulum hafa í huga að við skilum gjaldir umfram skilaskyldu og vel umfram skilaskyldu. Málið búið að vera mörg ár. Hann gat bara ekki hætt, nákvæmlega sama eins og í þessu, sem sagt, hann reyndar gafst upp á því fyrir rest, Már og líkum að Sigríður Lóadóttir í lögfræðingu bankans, en þau leggja á Samherja stjórnvaldssekt sem að upp á 15 milljónir, þau buðu okkur sátt upp á 8 út á gjaldmiðlaskiptasamningum sem kannski dálítið flókið að útskýra allir en gera það, en það gerist þannig að við förum til Noregs, sem sagt viðskipti við Ísland við erum að hafa í huga. Þetta náttúrulega ástand sem við vorum aldrei komið aftur. Englendingar setja á okkur hryðjuverkalög, þannig það ekki að færa peninga frá Englandi og í raun bankakerfið að hluta til eitthvað niðri og við erum í miklum viðskiptum með Austur-Evrópa, þar sé Úkraínu, Rússland, Hvíta-Rússland og þessi lönd og þeir hættu að borga okkur. Þannig að við förum til Noregs í lok október og opnum reikninga fyrir fyrirtækin og förum að beina sem greiðslum til Noregs. Þannig að get verra land en það sem að það snýrist Við vorum líka með, eða vildum hafa lánarsamsetningu Samherja aðeins og öðruvísi, þannig að við gerðum eitt gjaldmiðlaskiptasamning á þessum tíma og þetta var bara þessu gjaldmiðlaskiptasamning einu var rúllað áfram eins og segjum. Það þurfti bara að vera peningar inn á ákveðnum reikning því að það var gerður upp mánaðarlega, stundum var hann í mínus, stundum var hann í plús. Það fór aldrei peningar inn á hana reikning nokkuð tíman á þessu tímabil. Það var lagði peningar inn á hann tiltölulega lág upphæð í október og svo var þessi gjaldmiðlaskiptasamningur þegar hann var í plús eða mínus, þá voru peningar teknir af þessum eina reikning og þannig að það fóru aldrei peningar frá landinu út af þessum reikning
og þannig að þeir segja að þetta var glæpsamlegt vegna þess að hann var ýmist stundum var í plús og stundum var í mínus en þetta var bara einn reikningur og þeir ákvaða það að leggja okkur sekt út af þessum að stundum var hann í plús og það má segja það ef hann hefði ekki mátt hafa þessa peninga á reikningu þá hefði svolítið þessi viðskipti ekki farið fram það er að segja þetta voru ekki viðskipti þetta bara rúlaði þarna áfram þessi samningur þannig að manni hefur alltaf liðið þannig að þeim vantaði bara að finna eitthvað til að málinu líki ekki og þú getur sagt að þeir kærðu okkur fyrir þetta mál það er að segja þeir breyttu nú reyndar kærunni en allt í góðu eða sektinni með hvernig kærðu mann en sérstaklega meðhandla þetta mál líka og hann segir bara í sinni niðurstöðu að hann er bara ósamála Seðlabankanum og segir embættið telur þessum forsenda Seðlabanka Íslands að miða mat á skilaskyldu fjárhæð við brúttóhagnað af afleiðusamningum en ekki nettóhagnað verða til þess umdeilanleg. En þarna komum við einu og háður okkur vafa þannig að þú veist sérstaklega segir bara við höldum að þetta sé bara rangt. En þarna komum við einu atriði sem hefur verið rætt í öllu þessu ferli að Seðlabankinn einfaldlega hafi misskilið þessi viðskipti. Haft ekki þekkingu til að bera kennsla á eins og þau gerast á erinni. Þetta er í raun mjög einfaldur gjörningur og hann snerist ekki neinar fjárhæðir heldur. Það er að segja að þetta bara rúllaði svona áfram. Þetta var bara eins og þú ég veit ekki hvað að lýsa þetta var bara svona mánaðalegt uppgjör þetta var sem sagt mismunur á milli tveggja gjaldmiðla jena og evru þetta var engin og þetta lá á borðinu þetta starfsmaður Seðlabankans kom í heimsókn til Samherja 2010 þá sýndu honum hvað sem hann vildi sjá við áttum og hefum átt ágæð samskipti við flesta starfsmenn bankans og þá sýndu hann þennan samning hann gerir enga athugasemd við þennan samning þannig að þeir vissu alveg það. Þeir voru að sjálfsögðu mest uppteknir af skilaskildunni og hluta til, við áttum töluðu samskipti við þá, að hluta til vegna sem við gerðum kannski þau mistök að við höfum rekið sölufyrirtæki á Íslandi til fjölda ára. Við höfum verið að selja fyrir erlend fyrirtæki og þú getur sagt að það hefur gengið ágætlega, það hefur verið að vinna á föstu gjaldi fyrir það en þegar gjaldeyrislögin komu þá verðum við að taka þessa peninga heim það er að segja við gátum verið að selja gráluðu fyrir þýskan togara og auðvitað á þýska fyrirtæki afla verðmætið en við tókum 1,5% fyrir að selja fiskinn að við verðum að sjálfsögðu að þá verðum við að taka peningana heim og við verðum að sjálfsögðu að skila hann til Þýskalands. Seðlabankan fannst ekki dagið þegar við vorum að taka peningana heim en hann var svona að klóra sér yfir því þegar við þurftum að skila hann. Þannig við þurftum svona kannski að sýna honum hvað við verðum að gera og leggja hann gögn og allt í góðu með það. Við unnum mjög, áttum aldrei neinum vandræði með að vinna með þeim og þeir, eins og við segja, þeir komu í heimsókn til okkar, fóru yfir allt sem við gerðum, sáu þennan gjaldmiðlasamning, gerðu enga athugasemd við hann. Þannig að það er voðalega skrítið þegar Már Guðmundsson finnur upp á því í lokin að ég held bara til að teygja málið og búa til einhvern glæp að þá býr hann til gera þetta að glæpnum í raun. Þegar að sérstaklega saksókn hefur búin að fjalla alveg saman hvort það er fiskverð, gjaldmiðlaskipta skil og svo framvegis. Þetta er bara allt í standi eða hvort fyrirtæki eru erlendis eða íslensk. Þetta er bara allt í standi. Þá finnur hann upp á þessu og við skulum hafa í huga að við skilum á þessum tíma 100 milljörðum til landsins. Þannig að það er ekki manni leið bara þá aldrei að viðurkenna að gert mistök. Við getum öll gert mistök. Hann ætla bara aldrei að viðurkenna sín. Og alltaf skal haldið áfram. En hvað vilt að verði gert núna? Því að það er búið að hreinsa ykkur af þessu endanlega og það er ljóst að þið brutuð ekki gjaldeyrisreglur og skiluðu þeim gjaldeyri til landsins sem átti að skila á þessum skrýtna tíma í hagsögu Íslendinga. Katrín Jakobsdóttir biður í dag greinargerð Seðlabankans við þessum aðförum bankans að ykkur, svo má segja. Hún sagði reyndar núna helgin að þetta myndi ekki breyta stöðu Más Guðmundsson og það má túlka þetta bréf hennar í dag sem svo að hún sé aðeins að draga þar í land. Er honum sætt og jafnframt að lögfræðingi Seðlabankans? Viltu þetta fólk burt? Már hefur
leikið það í fjölmiðlum aftur og aftur að segja að við séum sek. Ef að ég fer til þess að yfir í norska refsilöggjöf, þá það einfaldlega ekki leyfilegt á opinberum starfsmanni að ásaka þig nema þú sér sekur. Þarna raun málanum lokið, þá þeim lokið í raun. En allan tíman eins og bara þegar sérstaklega saksóknarinn komið niðurstöðu, þá mætti hann í blaðviðtali á Morgunblaðinu og sagði einfaldlega bara að við varum sek. Og þú getur sagt að hann búinn að segja það oftar en einu sinni, oftar en tvisvar. Og það í sjálfu sér refsiber. Og það svo oft í þessu máli sem að kemur skýr ásetningur fram hjá Seðlabankanum. Það ekki hægt að segja að þeir geti ekki lesið hvort að eins og þeir segjast að fundið gögn sko, sem að staðfestu undirverðlagningu. Þá við með 14 sölur af sjófrystum flökum. 4 til Póllands og 10 til Englands. Það að segja 10 til tengsaðili Englandi. Það vill svo til að allar sölurnar til Englands hærri en til Póllands. Það var ákveðnir söluerfiðleikar þarna. Við seldum sem sjálfgeft þorskflöt til Póllands. Það eina sem við sér út fyrir þessu það blöndur saman pundum og evrum. Ég trúi ekki að það sé gert. En eftir að segja mér ég segi bara, þetta ásetning. En var þetta orðið á persónlegt á kafla? Ég tel eins og þegar að málinu líkur að hálfu sérstaklega saksóknara og þegar að mætir í þessu viðtöl, þá ásetningur að reyna að gera mann samt sekan. Það líkur alveg fyrir aftur og aftur. En þetta þá orðið persónlegt á milli? Ég veit það ekki, en hann virðir engar reglur. Bankaráðið í raun, sem sagt, það á að vera grundvöllur réttarkerfis að þú saklaus ákveð til annað en sanna, sko. En hann tjáði sig í fjölmiðlum aftur og aftur. Bankaráðið bað hann að hætta að tjá sig. Hann virti það ekkert, hann hefur sjaldan virt þetta bankaráði. Og það var ekki fyrir að gera skrifleg samþykkt í bankaráði að hann léti af þessu. En bankaráði... Þannig ég veit ekki hvað rekur maður áfram nema þetta að hann vill bara ekki una neinu niðurstöðum og í krafti, sko, þetta valdamesta embætti á Íslandi. Og þetta maður sem að menn eiga að bera virðingu fyrir. En hann getur ekki sætt sig við þessa niðurstöðu og sem komin, þá farið á uppala og röngum útreikningum inn í fyrirtækið. Það liggur dómsúrskurður fyrir því. Þannig að maður skildi ætla á mörgum stigum skildi bankinn bakka. Það alltaf gefið í og það óhikað reynt að fela hluti. Þeir hafa reynt að halda frá okkur gögnum öll þessi ár. Ég held að við höfum eftir að, hvort sem er líka betur við, þá höfum eftir að fá þau gögn. Ég og reyndar, mér finnst það skrítið að bankaráði hafi ekki beitt sér meira. Ég sýndi áðan, við erum að skrifa fjöldan allan bréfum til bankaráðs. Þeim ekki svarað? Þeir segjast allan að svara, og svo gerist aldrei neitt, sko. Þú sér þetta frá síðasta ári, þeir ætla að svara og meira segja og svo bankaráð búið að fela reyndar bankarstjórninni að svara og þeir Már Guðmundsson hunsar það sjálfsögðu líka. Þannig ég veit ekki hvað þetta nema mér finnst bara sorglegt að það sé þetta ásaka fólk. Ég ekki einn í Samherja. Það vinna mörg 100 manns í Samherja. Það búið að kæra þarna þó nokkra einstaklinga og ég held að menn verði að skilja það að vera með stöðu sakbornings árum saman og undir umfjöllun og sem erfið eðlilega og að hafa bankastjórandi gapandi hægri vinstri það mjög þungbært. En þessu máli lokið núna Þorsteinn, sko, hvað ætlið þið að það varst? Já, ég veit ekki alveg sko hvort málið lokið, sko, þetta að tala svona tala dómstól götunar, sko, að ég að tala þetta, sko, hvort rétt þeirra opinbera aðila til að gera mann, sko,
sekana þá Oddný Harðardóttir að tjá sig sko, meðal annars. Hún getur ekkert sætt sig við það, hún var fjármálaráðherra á þeim tíma þegar þetta mál byrjaði sko. Þá skildi maður ætla á ekki bara að segja, þetta var sorglegt að maður fór á stað sko. Nei, það er ekki gert og svo hérna sérðu bankaráðsmanninn Bolla Héðinsson læka við þetta. Svo þessi sami Bolli að fara í bankaráð sem veist þetta flott hjá Oddnýju að segja þeir eru samtsekir áfram sko og fjalla okkar mál. Trúir þið að fá einhverja réttláta með þeir? Er búið að skaða ykkur? Tókst þeim að skaða? Auðvitað er búið að skaða mann og það er búið að skaða fólk. Það voru aldrei bætt. Peningalega er búið að skaða okkur mikið. Bankinn hefur ótakmarkað peninga til að verja sig og hefur haft ótrúlega hugmyndaflug í því að búa til á okkur glæpi. Fyrir mér þá þarf þessu máli að ljúka. Því verður aldrei lokið fyrsta leið nema það Már Guðmundsson víki. Hann er búinn að brjóta það gróflega af sér í opinberu starfi og hann á sjálfsögðu að víkja. Þetta liggur allt fyrir hvernig hann er búinn að haga sér maðurinn. Og hann á að sjálfsögðu að víkja. Við viljum að þessu ljúki einhvern tímann. Ég skrifaði bankaráði bréf í janúar í fyrra og sagði við að spurði hvort það við ekki taka upp viðræður og reyna að ljúka þessu máli. Ég er búinn að segja það oftar en einu sinni við bankamennina, skulum segja, vegna þess að þetta er mjög íþyngjandi. Við margoft báðum að fá að koma að þessum rannsóknum til að flýta þeim. Þeir var alltaf hafnað, þeir var alltaf reynd að fela hluti fyrir okkur og ég segi bara ef þú ferði verið þetta mál að þá er bara sorglegt að sjá það hvað ásetningun víða er mikill í þessu máli og ég get bara ekki séð fyrir mér að mann sem er búið að brjóta jafn mikið á okkur starfsmönnum Samherja með misalvarlegum afleiðingum að hann fá að sitja í sínu sæti. Það er mér bara hulin ráðgátt að hvernig það var hægt. Bestu þakki fyrir þetta Þorsteinn Már Baldvinsson, forstjóri Samherja og til hamingju með endanlega lyktir þessa máls hvað dómstiginn varðar. Æðsti dómstóllinn hefur talað. Við förum að skipta hér yfir í aðra sálma og fylgjumst með átökunum í Alþýðusambandi Íslands og verkalýðshreyfingunni hér í sögulegu tilliti á næstu mínútum með Birni Jóni Bragarsyni. Gjafakort í Þjóðleikhúsið er frábær jólagjöf. Settu gleðistund í jólapakkan. Þjóðleikhúsið. Nútímaleg skrifstofurými og fundaraðstaða sér sniðin að þínum þörfum hvar sem þú kannt að þurfa á því að halda. Við bjóðum upp á fullbúnar skrifstofur í lengri eða skemmri tíma og það er allt innifalið. Lounge, háhraða internettenging, skrifstofuhúsgögn, móttaka. Þú þarf bara að mæta og byrja. Regus er á 6 stöðum á Íslandi, 900 borgum í 120 löndum. Hvar hentar þér að starfa í dag? Regus.is. Nú eru litadagar í Slippfélaginu. 40% afsláttur og fríar litapröfur af innimálningu. Slippfélagið málningarverksmiða. Húsumsjón eignaumsjónar er ný þjónusta við húsfélög og rekstrarfélög þar sem eftirlit og umsjón er með sameigninni. Bílaréttingar Sævars hefur starfað við almennar tjónaviðgerðir í meir en 30 ár. Við erum í Skútuvogi 12H eða í síma 568 9620. Mango sneiðar. Frábært millimál án viðbætts sykurs. Háberg. Já, velkomin aftur í þáttun okkar 21 frétta og umræði þáttun okkar hér á Hringbraut. En við ætlum næst að horfa inn í verkalýðshreyfinguna í ljósi sögunar. Það hafa aldeilis átt sér breytingar undanfarnar vikur og misseri þar, en það er nú ekkert nýtt í sögu Alþýðusambandsins. Við erum að tala fyrri tíma átök og seinni tíma átök og hvort að róttækni dagsins í dag spegli sig einhverju leyti í gömlum tíma. Eru gömlu tímarnir að þriðja sér til rúms á nýja leik? Já, Björn Jón Bragason tekur við. Sælir sjónvarpsáhorfendur, fátt er meira rætt þessa mundir en möguleg átök sem kunna vera uppsiglingu á vinnumarkaði. En á dögunum var kjörin ný forysta í Alþýðusambandinu og fyrir skemmstu var einnig kjörin ný forysta í 2 af stærstu verkalýðsfélögunum
félögum landsins. Og þessi nýja forysta, það er kveðið við nýjan tóni á henni og það hefur verið notin ýmis orð og orðfæri sem við kannski mikið heyrt lengi í verkalýðsbaráttu. En til þess að ræða verkalýðshreyfinguna í ljósi sögunar hef ég fengið til mín Sumarliða R. Ísleifsson, sagnfræðing og höfund tveggjabinda stórvirkis sögu Alþýðusambands Íslands. Velkomin í þáttinn. Já, þakka þér fyrir. Mér langar kannski fyrst af öll að spyrja þig, verkalýðshreyfingin á Íslandi, hún á sér töluvert aðra sögu heldur en verkalýðshreyfingin í nágrannalöndunum. Þú geti kannski aðeins sagt okkur á því líka og kannski pólitísku tengslin eru dálítið öðru vísi. Já, það er alveg rétt hjá þér að mál þróuðust dálítið öðruvísi hér heldur en á hinum Norðurlöndunum og í Þýskalandi. Auðvitað á hreyfingin rætur í dönsku hreyfingunum fyrst og fremst, þó væri litið til fleiri landa, kannski aðalega Noregs en líka Vesturheims en tengslin eru fyrst og fremst í Danmörku. En það sem er ólíkt þar og hér eru í fyrsta lagi kannski það hversu til að byrja með tengsl milli flokks og verkalýðshreyfingar, það er að segja Alþýðuflokks og Alþýðusambands, voru náin. Fyrsta aldarfjórðunginn er þetta bara eitt og sama fyrirbærið. Og ennþá í Skandinavíu, er það ekki? Nei, það eiginlega getur maður ekki sagt. Sko, það sem gerist hérna 1940 er að þarna er skilið algjörlega á milli. Það var orðið fyrirsjáanlegt að það væri ekki hægt að halda áfram á þennan máta. Það var mikil andstaða þetta í samfélaginu. Þá komið fram frumvarp á Alþingi sem gekk út á það að gera kröfu þennan aðskilnað og bæði kommunistar og reyndar sósíalistar þá orðið og verkamenn í Sjálfstæðisflokknum kröfðust þess að á þessu yrðu gerðar breytingar. Á hinum Norðurlöndunum voru formleg skil þarna á milli. En það þýddi þó ekki það að tengslin voru að engu að síður mjög náin. Það voru formleg skil á milli en engu að síður það voru tengslin mjög náin og verkalýðshreyfingin átti fulltrúa inn í flokknum og öfugt. Og þetta heldur áfram á Norðurlöndunum alveg fram á síðustu áratugi og er þannig séð kannski einhverju leyti við líði enn þann dag í dag. En eins og borgaralegu flokkarnir þar, þeir hafa ekki verið alla í nokkrum tengslu við verkalýðshreyfingu? Nei. Sko, það sem gerist eftir 1940 er að verkalýðsflokkarnir tveir, það eru þá tveir verkalýðsflokkar, það er annars vegar Alþýðuflokkur og hins vegar sósíalistaflokkur, þeir takast á völdin innan verkalýðshreyfingarinnar. Síðan kemur til þriðji flokkurinn sem að verður valdamikill innan verkalýðshreyfingarinnar sem er Sjálfstæðisflokkurinn. Hann er að feta sig inn á þessa braut frá svona ofanverðum fjórða áratugnum og er orðin kannski næst öflugasta hreyfingin eða næst öflugasti stjórnmálaflokkurinn því að stjórnmálaflokkarnir þeir vinna bara opið innan hreyfingarinnar. Svona á sjötta áratug síðustu aldar að þá er styrkur Sjálfstæðisflokksins kannski orðin meiri heldur en styrkur Alþýðuflokksins innan verkalýðshreyfingarinnar. Þannig að Sjálfstæðisflokkurinn er orðin mikilvægt afl innan hreyfingarinnar á þeim tíma. En kostar heilmikla baráttu eins og fyrir verslunarmenn þar sem sjálfstæðismenn réðu ríkjum til dæmis að komast inn í Alþýðusambandið? Já, það er sem sagt sko, það er sem er líka sérstakt við íslenska verkalýðshreyfingu er að íslenskur vinnumarkaður var býsna mikið annar heldur en vinnumarkaðurinn á Norðurlöndunum þar sem að uppistaðan í vinnuaflinu er iðnverkafólk. En hér er þetta fólk í frumframleiðslu sem að er uppistaðan í þessari hreyfingu, fyrst sjómenn en síðan verkamenn og verkakonur. Síðan þá kannski iðnaðarmenn og síðan verslunarmenn sem að óska eftir því á sjötta áratug síðustu aldar að fá að komast inn í hreyfinguna en er einfaldlega hafnað vegna þess að forysta
landssambandsverslunarfólks, hún í höndum sjálfstæðismanna og þeir sem að ráða Alþýðusambandinu á þeim tíma eru að engan áhuga á að fá þeirra inn og það leiði til þess að eftir, ætlaði ekki verið 1962, að þá dæmir Félagsdómur Landssamband íslenskra verslunarmanna inn í Alþýðusambandið. Sem hefur sko afdrifarík áhrif síðan á valda hlutföll milli flokkana innan Alþýðusambandsins. Já, það auðvitað hefur heilmikil áhrif. Það hefur heilmikil áhrif og það hér má segja að breyti verkalýðshreyfingunni svona fram til 1966, 1968 eða frá 1940 til, eða 42 skulum við segja, til 1968 þá eru sósíalistar svona mest ráðandi innan hreyfingarinnar í bandalagi stundum við aðra og stundum ekki. Það er reyndar hléð þarna á milli sem að Alþýðuflokkur og sjálfstæðismenn ná sambandinu en eftir svona 1966 að þá verður samkomulag það að deila völdum innan hreyfingarinnar þannig séð að innan miðstjórnar og sambandsstjórnar Alþýðusambandsins þá verði þetta margir sjálfstæðismenn, Alþýðuflokkur með ákveðið marga fulltrúa, síðan þá Alþýðubandalag sem er orðið stjórnmálaflokkur og Alþýðuflokkur. Þannig að það verður svona, það má segja að verði eins konar þjóðstjórn innan Alþýðusambandsins og þetta segir auðvitað líka svo mikið það hvernig bæði litið á samtök verkafólks og á Alþýðusambandið að það segir náttúrulega mikið hversu mikilvæg þessi samtök eru talin að flokkarnir þeir berjast upp á líf og dauða áhrif innan sambandsins. Og meira mun allir fulltrúar inn á Alþýðusambandsþingum og þeim tíma eru eyrnamerktir einhverjum flokkum, er það? Já, maður sér þetta bara á gögnum frá sko til dæmis þingum Alþýðusambandsins að erindrekar flokkana, þeir eru bara beinlínis á kafi í þessu og þeir bara merkja við. Þetta er okkar maður eða kona og svo framvegis sko. En þessi í óvinna fylkingunni, sjáðu. En þetta náttúrulega ljósið hvað þetta mikil fjöldahreyfing, þá hefur þetta haft áhrif eins og að snemma á 7. áratugnum þegar alþýðuflokksmenn styðja sjálfstæðismenn til dæmis í því að komast inn í Alþýðusamband, það er að segja verslunarmenn inn í Alþýðusambandi, að þetta hlýtur hafa hjálpað líka til upp á samstarf þessara flokka í ríkisstjórn. Jú, þetta verður að einhverju leyti hluta af því en þetta samstarf sem hafði nú náðst á milli sósíaldemókrata eða alþýðuflokksmanna og sjálfstæðisflokksins. Þetta var svona hluti af þessu sem kallað var bandalagi lýðræðissinna. Hafði staðið alveg frá 5. áratugnum, síðan herðist þetta allt saman í kalda stríðinu og allt gengur út á að svona útiloka sósíalista. En þetta hefur þessi breyting svona upp úr miðjum 7. áratugnum hefur mjög mikil áhrif að svo mörgu leyti og það á sama tíma eru líka að verða breytingar innan verkalýðshreyfingarinnar á þann hátt að þau viðhorf verða hvað ég að segja, meira ráðandi að það sé unnt að vinna með ríkisstjórn þó að það séu ekki þeirra eigin menn og konur sem að þar sitja, sjáðu. Og þetta hafði mjög mikil áhrif á alls konar mjög brýn hagsmunamál sem að náðust í gegn á 7. áratugnum. En svo dvína þessi pólitísku tengsl, kannski sérstaklega þegar komum fram á 9. áratuginn og kannski ef við förum alveg fram til nútímans, myndirðu segja að það séu einhverjar flokkunum séu með verkalýðsarma lengur?
hægt að tala það? Það tæplega hægt að tala það. Það dregur svona smá saman úr þessu. Það má segja að þetta kannski endist svona einhverju leyti svona fram eftir 9. áratugnum en þetta að fjara út smá saman og það eru bara hreinlega önnur viðhorf sem að taka yfir og sem breytast þá líka flokkarnir og að breytast áherslur innan flokkana. Það verður þannig einhvern veginn að flokkarnir fara að leggja minni áherslu á að hafa forystu fólk úr verkalýðshreyfingunni innanborðs. Þegar við lítum kannski hálfa öld aftur í tímana þá er það algengt að ráðherrar og þingmenn þeir komi úr verkalýðshreyfingunni. Það er auðvitað Hannibal Valdimarsson sem er ráðherra í tvígang og forseti Alþýðusambandsins. Björn Jónsson er forseti Alþýðusambandsins, er ráðherra í skamman tíma. Það má nefna Eggert Þorsteinsson líka? Eggert auðvitað ráðherra líka og lengi forystumaður í verkalýðshreyfingunni. Nú síðan eru áberandi forystumenn eins og Guðmundur J. Guðmundsson, Eðvarð Sigurðsson, Guðmundur H. Garðarsson sem maður nefni hér forystumann úr verkalýðshreyfingunni sem kom úr Sjálfstæðisflokknum. Og það má auðvitað fleiri telja. En ef við horfum að þessa breytingu sem kannski að verða núna, nú hefur kannski fæstir búist við því ef við hefum setið hérna fyrir ári síðan að þegar við blasti að Sigurður Bessason var að láta af starfi sem formaður Eflingar, sem er næststærsta stéttarfélag landsins. Það hefur kannski fæstir búist við því að það yrðu átök yfir höfuð forystu Eflingar. En svo gerist það óvænt að það kemur nýr hópur og hvað hefur eiginlega gerst eins og þarna og heldur eftir að vera átök áfram eins og til dæmis Eflingu? Það er alveg rétt hjá þér að þetta kom á óvart en kannski ef maður hefði nú svona velt vöngum yfir þessu, kannski hefði maður nú getað sagt sér þetta að þetta gæti gerst. Það hefði náttúrulega gerst innan stærsta verkalýðsfélagsins sem er VR, að þar var skipt forystu ekkert mjög löngu eftir hrun vegna þess að formaður VR var tengdur, eða þannig tengdur einhvern veginn inn í hrunmál að mig minnir hann hafi sagt af sér. Já, en þar er formaður kosinn sérstaklega, en það náttúrulega eru aðra reglur varðandi kjör í Eflingu sem það er eiginlega mikið erfiðara að ná völdum. Jú, en svona VR var náttúrulega dæmi að það var ólga innan hreyfingarinnar sem að hér endaði með því að núverandi formaður var kjörinn. Og tíð formannsskipti þarna og nokkur hver formaður satt ekki nema bara eitt kjörtímabil svona tíma. En ég tek alveg undir það að þetta koma óvart með Eflingu, hversu mikil af því að líka að þegar maður lítur yfir feril Eflingar og Dagsbrúnar þá er nú ekki hægt að segja að þetta hafi verið algengt. Í Dagsbrún eru gerðar í nokkur skipti tilraunir til að bjóða fram gegn forystunni en þær fara allar út þúfur. Það verður að leita alveg aftur á 4. og 5. áratug síðustu aldar til að sjá svona valdaskipti eins og urðu núna. Það eru á þessu ýmsar skýringar. Í fyrsta lagi eru þær að innan félagsins hefur auðvitað verið, það bara hlýtur að vera, það hefur verið djúpstæð óánægja. Það er líka náttúrulega svo allt önnur samsetning líka félaga. Það eru eins og við tölum kannski sérstaklega varðandi Eflingu eru útlendingar sem eru mjög það sem við sjáum innan Eflingar er einmitt þetta fólk sem er væntanlega á lökustum kjörum og minnst upplýst sín réttindi.
og það náttúrulega þetta fólk sem að hefur mesta þörf fyrir stuðning síns stéttarfélags. Ég ekki að segja að gamla forystan hafi ekkert sinnt þetta fólk en það minnst til ljóst að þetta fólk og mjög margir aðrir félagar í Eflingu, þeir greinilega litu svo á að það væri þörf fyrir nýtt blóð og miklu skarpari tón heldur en verið hafði. En svo má náttúrulega líka hafa í huga að það má vel segja að það hafi verið ójafn leikur hjá þessum kandidötum sem að komu þarna fram, þar sem að annar kandidatinn hafiði skýra stefnu, skýran tón og var mjög frambærilegur, en hinn kandidatinn sem var fulltrúi fráfarandi stjórnar að hann hafði ekkert kannski sérlega skýra stefnu og átti ekki kannski sérlega gott að koma henni frá sér. En það tók svolítið tíma að finna formannsefni og það kannski segir okkur líka áhugaleysi á verkalýðsbaráttunni og það kannski, en heldur að það kunni að vera að breytast og maður kannski líka velti? Já, þetta er nú alveg klassískt efni að ræða, sjáðu, að tala verkalýðshreyfinguna sem bírókratíska stofnun og það sé mikið bil á milli verkalýðshreyfingar og almennra félagsmanna og það sé algjört áhugaleysi innan hreyfingarinnar og ég veit ekki hvað og svona hefur þetta eiginlega verið alveg frá upphafi. Já, við getum líka að tekið dæmi eins og með Héðin Valdimarsson sem dæmi, hann er forstjóri í fyrirtæki en formaður ég heldur reyndar að Héðinni hefur tekist býsna vel að virkja fólk til þáttöku í félaginu og fólk vísar gjarnan í mikla virkni á 7. áratugnum og kannski lengur. Það eru fullir salir af fólki þegar það kallað til funda og það er bara mikið stuð, það eru hörð verkföll og félagar virkir og bara mikill baráttu andi. En þetta, við skulum líka hafa það í huga hvernig ástandið á þessum tíma, að þarna kalt stríð og eins og við vorum að tala áðan og þá eru áhrif flokkanna innan verkalýðshreyfingarinnar, þau eru mjög mikil og þeir flokkarnir beinlínis móbílisera fólk innan hreyfingarinnar og það hluti af þessum mikla baráttu anda. Að það að menn eru bara á kafi í pólitík. Það hluti af þessari miklu þáttöku á þessum tíma. Þetta auðvitað galdur alltaf að virkja fólk til þáttöku og það auðvitað augljóst að það erfitt að hafa einhverja fjölda þáttöku í hreyfingu sem telja 20–30.000 manns eins og þegar við erum að tala bæði Eflingu og VR. Hvernig á að fara að því að virkja allt þetta fólk? Við sjáum að það ekkert með margt fólk sem til dæmis tekur þátt í kosningum. Þetta viðfangsefni forystu fólks í félögunum að sinna. Hvernig á að fara að því að láta raddir þessa fólks heyrast og hvernig á að fá það til að taka virkan þátt í starfinu og til þess eru alls konar tæki sem að hægt að grípa til og miklu fjölbreyttari tæki heldur en voru hér á sínum tíma. En þetta eru spennandi tíma framundan og verður fróðlegt að sjá hvernig átökin munu verða á vinnumarkaði núna í vetur. Kæra þakki fyrir komuna, Sumarliði. Já, bara takk fyrir mig kærlega. Hugsaðu vel heilsuna. B12X, góður kostur gegn skorti á B12-vítamíni. Fæst nú án lyfseðils í næsta apóteki.
Gefðu gjöf frá frægustu hönnuðum heims. Epal. Iron Man og Black Widow hittast í partíi. Hvað gerist næst? Green Diamond harðkorna dekkin. Umhverfisvæn, endurunnin og valda ekki svifryki. harðkornadekk.is. Láttu aðalverkstæðið sjá bílinn þinn. Fáðu betri þjónustu, fáðu betra verð. Aðalverkstæðið, Malarhöfða 2. Einn Tver og Elda býður upp á fjölbreyttar og bragðgóðar uppskriftir. Veldu réttina í þinn matarpakka á 12.is. Leikhústilboð, gisting með morgunverði á Hótel Kea ásamt miða á kabarett aðeins 14.950 krónur á mann. Hafið samband í síma 460 2000. Vertu velkomin á opinn kynningarfund fasteignir á Spáni. Á Nauthóli í Nauthólsvík 17. og 18. nóvember. Allir velkomnir. Þar við það sagnfræðingur Björn Jón Bragason búinn að tala hér við Sumarliða R. Ísleifsson, sagnfræðing sömuleiðis átakarsögu Alþýðusambandsins og verkalýðshreyfingarinnar í heild. Já, í ljósi þeirrar stöðu sem uppi núna. En við ætlum að kíkja stuttlega á Iceland Airwaves. Þetta sprengihátíð. Já, og þeir segja hún hafi farið aftur til upphafsins á þessu sinni. Hún var svolítið komin inn í hörpuna. En mörgum fannst það og fínt fyrir svona hátíð, þannig að núna fórum meira inn á barina í miðborginni og þeir segja sem gestekka til að hún best heima þar. Það svona áran yfir þessari hátíð, hún Snædís skrapp þangað, við ætlum að fá svolítið sýnishorn. Það verður að vera smá sviti. Smá sviti og þarna kom rétti svitin fram sem sé, en hún hitti þarna til dæmis MC Gauta, Ágústu Evu, Gunnar Hilmars og Jóni svörtum fötum. Já, komið sæl áhörendur góðir, Reykjavík sannarlega yðar af tónlist þessa helgina, Airwaves 2018, en þetta 20. árið sem að hátíðin haldin. Við ætlum að kíkja á nokkra viðburði, Ásgeir Trausti hérna í Fríkirkjunni, Eivör Pálsdóttir í Hörpunni og hvað eina. Farið ekki langt, fylgistu með dásamlegri tónlistarveislu. Ágústa, þið voruð að spila áðan og hvernig gekk? Hvernig var? Segðu mér. Alveg geggjað. Það var eins og þakki ætlaði að rifna húsinu aðan. Þegar við varum að spila. Það var allt pakkað. Hljóðið geðveikt, venjum var geðveikt, fólki var æðislegt. Ógeðslega gaman. Allt saman ógeðslega professional og flott og þetta það ótrúlegt að sé hægt að halda svona flotta hátíð í borg eins og Reykjavík. Það bara staðreynd, sko. Við höfum ekki gleyma því við horfum á þetta svona úr smá fjarlægð. Já, og ykkur finnst þess að hátíðin vera alltaf að rísa og rísa herra og marka sinn sess í íslenskri menningu. Já, það Já, algjörlega. Ekki spurning. Og gefur tónlistamönnum væntanlega þá mjög góðan grundvöll. Til að flytja tónlist? Já. Og hafa tónlistapartí, þetta náttúrulega bara tónlistaveisla. Allan daginn, allt kvöldið. Já, og líka það einhverju hundruður af böndum sem að undirbúa sig fyrir þetta, gera gott prógram, vinna í sínum málum, bla 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 bla. Þetta svona ákveðið milestone, þú verður að komast hingað inn og gera gott sjó og samkeppnin mikil, sko. Segja Ágústa og Gunni, þakka ykkur kærlega fyrir, þetta verður frábær veisla og þið ættu væntanlega að skemmta ykkur aðeins í kvöld. Jæja, Gauti, segðu mér, númer hvað þetta ár
sem að þú kemur fram á Airwaves, hvað var fyrsta árið? Sko, ég nokkuð viss að það hafi verið 2007 sem ég spila fyrst og þá sko, kom ég fram með félaga mínum, hún Sævari Pótrix og þá tók ég bara 1 lag. En mér finnst það alveg gild að segja að ég geti countað þessum ár. Þannig að þetta er þá 12. Airwaves hátíðin mín í röð, það sem ég spila. Og ég spila, þú veist, sem MC Gauti og spila sem 3-2-7 sem var bandið sem ég var í og komið fram með öðrum og já, þetta hefði gaman. En ég myndi alveg segja, nú hef ég hitt mikið af tónlistafólki hérna á þessari hátíð, að þú ert eiginlega með metið, 12 ár í röð. Sko, það er alveg 100% einhver sem hefur tekið öll árin. Það er einhver gítarleikari eða trommari eða eitthvað. Ég myndi halda að Agent Fresco hafi líka spilað... Nei, heyrðu, þeir spiluðu ekki fyrra, geggjað. Ég vonandi á ég með þið. Þú varst óbrotinn 12 ári. En segðu mér hérna, hvernig finnst þér hátíðin verið í ár svona í samanburði við kannski 2007? Ég er ekkert búinn að fara neitt á hátíðina né fylgjast með neinu sem er í gangi. Þannig að og ástæðan er ekki að mér finnst þetta eitthvað leiðilegra í ár. Það er bara því að ég var að opna hamborgarastað í Vesturbæ Reykjavíkur. Airwaves er hátíð sem við verðum að halda í og ég las, þó svo ég sé ekki búinn að vera mikið involverið í þetta, og las ég einhverja greinum að það veri dálítið lítið af Íslendingum að sækja hátíðin í ár. Það er kannski skiljanlegt í ljósi þess að við erum komið svo mikið af öðrum festivalum, en Airwaves er eitthvað dót, er blóm sem við verðum að vökva, við verðum að halda þessu gangandi. Þetta er stórmerkileg hátíð, hún hefur gert helling fyrir flesta sem hafa komið fram á henni og já, ég veit ekki, hún á einhvern stað í hjartanu á manni. Og hún gerir það. Gauti, reynslubolti, hátíðarinnar, til hamingju með frábært sjó í gær og til hamingju með Airwaves. Já, og mætið síðan í Hagavagnin að borða hamborgara, ódýrustu burgarinn í bænum og bestu kjúklingavangir í heiminum. Við erum á Airwaves og við erum hérna búin að ná fréttamann Hringbrautars. Hvernig finnst þér? Mér, Snædís Norðardóttir, finnst þetta stórkostleg hátíð. Ég segi ekkert annað en það. Já, Hringbrautir hefur verið ákveðið að senda fréttamann. Hvað hefur séð sem hefur staðið upp úr í dag? Það sem ég hef séð sem stendur upp úr í dag er klárlega hérna Ásgeir Trausti, Króli og ég fór á Eyvöru í Hörpunni. Vá! Ég hef mistað af Eyvöru. Það er náttúrulega stórkostlegur listamaður. Ég get lokið þessu viðtal með því að segja að ef þið komið ekki í kvöld á þessu yndislega kvöldi sem var laugardagskvöldið, yndislegt veður, þá bara missið það miklu. Hugsið tvisvar og ef þið mæti ekki á sunnudaginn bara í brönns eða eitthvað, þá sjáumst á næsta ári.
Já, fyrir að þetta gott. Ég ennþá að horfa á þessa mynd á forsíðu Moggans í dag. Allir að horfa til himins eins og nýdönsk myndi gera og þarna standaði saman Merkel og Putin eins og bara miðaldra hjón og hver fyrir aftan með íslenska bindið? Guðni T.H. Já. Okkar maður á staðnum. Ætlar að lesa eitthvað í þessa mynd eða? Já, ég meina, mér finnst þetta bara falleg mynd í tilefni af 100 árum frá lyktum fyrir heimsstyrjaldarinnar. Já, þarna þessi mynd, hún gefur okkur kannski meiri von að fólk bara geti verið saman í frið og ró. Já. Það ekki bara. Vona það besta. Já, en við þökkum fyrir okkur í kvöld. Verðum aftur hér á morgun þriðjudag á slaginu klukkan 9. Takk fyrir að horfa og verið sæl.